þá smelli ég einhvers staðar inn í texta nálægt þeim stað þar sem ég ætla að hafa myndina. Ég er svona að setja inn mynd af honum Ármanni og þá þarf ég að fara hér upp í þessu bláa í insert og ef ég ætti myndin á tölvunni minni á honum Ármanni þá myndi ég segja pictures og leita af myndinni en þar sem ég á það ekki þá ætla ég bara inn í online pictures sem þýðir að ég get fara á neti og leita af myndum. Smelli á það og get skrifað hér inn. Ég ætla að skrifa hérna bara boy af því að best er að leita á ensku þá fær maður flestar niðurstöður og ýta enter til þess að leita og þarna kemur slatta strákum og ætli þetta sé ekki bara hann Ármann. Ég hugsa það. Ég ýti á insert sem er valdi myndina, ýti á insert og þá kemur þessi risa mynd. Og sí, hvað gerum við því? Nú, við byrjum á minkana. Til þess að myndin afbakist ekki öll og verði mér skrítin lægin þá draugum við hornið og höldum shift-takkanum. Það er takkið þar sem við gerum stóra og lítinn staf og oft er gott að gera þetta í fleiri en einu skrefi. Músin er þetta skrítin, hún vill ekki alltaf hlýða með alla leið. Ég ætla að hafa hana bara svona eins og passametri og litla hérna. Og þá sjáum við hvað hefur gerst. Hún býr til rosalega langt bil hérna á milli og við ætlum að reyna að komast hjá því að hafa það. Við ætlum að leyfa textanum að vera hérna í hliðina á myndinni. Réttara sagt ætla ég að hafa myndinni hérna megin. En til þess að geta fært hana og fengið texta við hliðina á myndinni, þá þarf ég að ýta þetta litla takk hérna. Það sést ekki ef að myndin er ekki valin, en ef ég vel myndina, þá kemur þetta takk hér. Ég smelli á það og vel þetta sem er efst hérna til vinstri. Það stendur square ef ég blendir inn í smá stund yfir. Smelli á það og þá sjáum við línurnar koma allar hér upp á milli. Og nú get ég smellt á myndina og haldið og dregið og fært hana hver sem ég vil. Og ef þið sjáu grænu strikin sem koma hana, þá sést það að það sýnir hvar spássían er. Og þetta er alveg mátulegur staður. Við viljum bletti myndin að fari út á spássíuna hér og allan ekki alveg út og alls ekki hérna út á brúninni því ef ég ætla að prenta þetta út, þá gæti prentarinn ekki prenta nema hlutan. Hann býr alltaf til hvítan ramma aðeins í kring. En það heita spássíur, þetta hvíta pláss sem er hérna fyrir allt í kringum texta.